kölluð áin eilífa, drottning íslenskra laxveiðiáa. Laxá í Aðaldal ber þessi sæmdarheiti vel. Mikið fljót, miklir veiðimenn og stórir fiskar. Dularfullir fiskar með krókódílskjafta og ótrúlegt afl. Fiskar sem því miður eru orðnir sjaldséðir í ánni. Við Höfðahyl stendur minnisvarði, reistur til minningar veiðimanninn, söngvarann og náttúrurómantíkarinn Jakob Hafstein, sem lagði Íslandssögunni til stærsta stangaveita laxinn og söng sig inn í hjörtu þjóðarinnar með Emma-kvartettinum. Hann kunni best við sig á bökkum Laxár og gerði ána ódauðlega með umfjöllun sinni í rituðu og töluðu máli. Kæri veiðifélagi, við eigum nú samleið fyrir höndum til laxveiða í Laxá í Aðaldal í Suður-Þingeyjarsýslu. Vona ég að þessi ferð okkar heppnist vel, verði ánægjuleg og leið til nokkurs fróðleiks. Að gera Laxá viðeigandi skil í stuttum sjónvarpsþætti er ógerningur. Til þess er sagan of viðamikil. Við ætlum því rétt að drepa niður fæti við þessa stórfenglegu laxveiðiá. Líta tilbaka á nokkur brot úr sögu hennar, athuga hvernig drottningunni hefur reitt af á liðnum árum og veiða nokkra af þessum stóru straumþungu veiðistöðum með góðum veiðifélögum. Og hvað er meira viðeigandi en að gista í gamla þinghúsinu? Við Æðarfossa hittum við Stefán Jón Hafstein, bróðurson Jakobs heitins. Að eigin sögn kann Stefán lítið á Laxá neðri en kemur ekki að sök þar sem Erling Ingvarsson, sem veitt hefur ána frá því hann var smástrákur, er veiðifélagi og leiðsögumaður. Ég er nú ekki einn af þeim veiðimönnum sem hef náð miklu sambandi við laxasvæði hérna í Aðaldalum. Ég hef komið hingað nokkrum sinnum og ég fengi mjög fallega og skemmtilega fiska og verið í mjög góðum félagskap reyndra og góðra veiðimanna sem hafa sýnt mér ána og fiskana í henni. En fyrsta ferðin mín var með Jakobi Hafstein hingað og þá var ég 10 ára í sveit á Tjörnesi og hann kallaði í mig og bauð mér að vera með. Og það var mjög mikil upplifun fyrir mig að koma á þessa fögru bakka sem við sjáum hér. Ég man alltaf að við fórum, ég þekkti ekki ána, en fyrsti staðurinn var það sem heitir Klofið. Auðvitað 10 ára strákur man það nafn á veiðistað mjög auðveldlega. Og þar vorum við að veiða í kring á fyrstu vaktinni og Jakob reisti strax lax og sagði mér að hann væri stór og ég ætti að vera tilbúin með íferðina því að ég gegndi því hlutverki að vera rótari hjá Jakobi Hafstein oft í veiðiferðum sinni. Síðan náðum við ekki laxinum þetta kvöld, svo hann sagði mér að hann ætlaði að reyna að skipta og fá morgunvaktina aftur á sama stað til að ná þessum fiski. Við fórum aftur og enn var laxinn á eftir en ekki náðist hann. Jakob sagði mér að hann ætlaði að skipta aftur, fá þriðju vaktina á þessu sama stað og það tókst honum. Ég held að þetta hafi ekkert verið sérstaklega vinsæll veiðistaður og auðvelt að fá skipt og félagarnir bara fegnir. Og Jakob barðist við að ná þessum fiski allt kvöldið og þá var ég nú orðinn dálítið leiður því að ég var búinn að vera á sama stað 3 vaktir og ákvað að fara af því að það var brakandi þurrkur aftur í sveitina og fara að snúa heim og taka þátt í lífsbaráttuna á Tjörnesi. Það var svona kvöldið eftir að Jakob hringdi í mig hróður, hafði verið að allan tíman á sama staðnum og frendi sæll, ég náði honum. Hann var væll-lax. En þetta sagði nú svolítið Jakob, hann var mikill keppnismaður. Hann ætlaði sér ákveðna hluti og kannski lærði ég það líka á honum að það er ekki alltaf auðveldasti fiskurinn eða magnið sem skiptir máli. Það er að ná þeim sem maður ætlar sér á þann hátt sem maður ætlar sér með þeirri flugu sem maður langar til. Það getur verið skemmtilegt. Það blæs ekki byrlega í byrjun veiðiferðar. Aðeins ein hreyfing sem hefði eins geta verið urriði, já eða væn slítræsa. Það verður ekki sagt að þetta kom okkur mikið á óvart og er í raun í fullu samræmi við væntingar okkar. Laxá er á niðurleið hvað varðar aflatölur og stórlaxa og engum blöðum að fletta að eitthvað mikið er að. Að öðru leyti heldur drottningin reisn sinni og á kvöldum sem þessum skartar hún sannarlega sín fegusta.
Á björtum en hrollköldum haustmorgni haldið niður að Hólmaðastíflu, einum af allra gjöfulustu veiðistöðum árinnar. Hann hitti ekki fluguna þessi stóri á stíflunni. Sporblatkan sem hann barði niður í fúlmennsku var eins og á hval, svo mátulega sé logi. En þrátt fyrir fiskleysið hefur morgunin verið afslappaður og ánægjulegur. Já, meinar að halda í stóra laxi? Já. Gæti að verið svona magnaður 15 pundari skilur, en það gæti líka að verið sko alvöru stórulax. Það gæti að verið laxinn eins og laxinn í Grímsá. Já. Sem að gerði þetta sama, en hann var húkkaður í sporðinn. Já. Og þegar sko, hann var byrjaður að sko, sá sem setti í hann var byrjaður að velta fyrir sér sko hvort hann þykir kaupa nýtt hús undir hann. Það kemur á vegg. Það hvarflar að manni að veiðifélagarnir séu komnir á það eftirsóknarverða stig að þurfi ekki að setja í fisk. Að horfa í kringum sig og spjalla lengi og vel dugar alveg. Það er auðvitað sorglegt að sjá núna hvernig komið fyrir ánni. Hún er ekki jafn góð veiði á og hún var hér á árum áður. Stóru laxarnir sjást í mun minna mæli en áður. Það eru færri laxar í ánni, veiðast minna. Og núlifandi kynslóð Íslendinga stendur frammi fyrir því að vernda laxinn, að gæta þess að hann hreinlega deyi ekki út. Hann er í hættu, Norður-Atlantshafslaxinn, og maður skynjar það hér í Laxá í Aðaldal líklega sterkast vegna þess að sagan og hefðin er svo rík hér og þessi á er svo auðug af stoltum stofni að það er hér sem maður skynjar það best að þetta má ekki gerast að þessi villti dýrastofn hverfi úr umhverfi okkar. Það er á okkar ábyrgð. Eftir tíðindalausan en afslappaðan morgun er tilvalið að reyna nýja stöng, æfa nokkur köst og leggja sig síðan í sólinni í garðinum við þinghúsið. Ekki er ólíklegt að menn bæti sér upp fiskleysið með draumum stóra fiska, voldugar viðureignir og forna frægð Laxár.
ólíkir risafiskar. Eða voru það eftir vill heimasætundar? Suðurhólminn einmitt, ég hef heyrt hann. Þar var hérna staddur lax fyrir 2 árum síðan sem fekk viðnefni Keiko. Nú. Það var að því hann var svo stór. Já. Ég horfði á hana fisk og ég ímyndaði mér 40-50 pund sko. Ekki ef ekkert kom mér neitt á óvart. Ekki kasta á þetta. Nei. Og það er ekkert við þetta. Nei. Nákvæmlega. Næsti viðkomustaður er Óseyrinn, sá þekkti og vinsæli veiðistaður. En þó vel sé veitt er lítið líf í ánni, en þeim mun meira á bakkanum. Í hvíldinni var haft á orði að illa væri komið ef Laxá sem gerði svo vel við Jakob Hafstein gefi frændanum langt nef. Og það var hreinlega að sjá þegar leið á daginn að þetta væri niðurstaða sem við yrðum að sætta okkur við. Reynslan hefur kennt laxármönnum að nota volduga stangir og sterka tauma. Má svo sem ímynda sér hvernig er að setja í risafisk í þessari vatnsmiklu á, missa hann frá sér niður í þungan strauminn svo ekki sé talað þegar slí hleðst á línundar. En slíregg verður oft mikið í ánni þegar líða tekur á sumar. Og hér gerist það. Er þetta veðan út? Nei. Er þetta fyrir deinu það? Nei, hann er aftur ekki. Nei. Hann bara hangið, hann er bara svona þungur. Já. Þetta er komið með þetta fyrir stein. Er þetta ekki komið? Þessi viðureign er stutt og alger einstefna í gangi. Laxinn tók, lagði svo í hann niður straum, rétt eins og enginn væri veiðimaður og skömmu síðar var allt pikkfast. Já, hann er bara... Hvað er með honum að halda í hann? Já. Hvað er niður fyrir hann? Það var kallt á mér. Að nota einhendu fyrir línu 6 í Laxá er ávísun á vandræði og ég þekki í það minnsta 2 laxárveiðimenn sem eiga eftir að láta mig hafa það óþvegið. Það er komið undir kvöld og töfratíminn, þessi magnaða stund, skilin milli dags og nætur, er framundan. Ég þekki menn sem vilja helst ekki veiða á öðrum tíma. Eitt kast enn er setning sem er í sérstöku uppáhaldi þessara manna. Ekki er ólíklegt að andi stórveiðimannsins hafi tekið nokkur létt dansspor á bakkanum þegar stöngin bognaði hjá Stefáni frænda. Hér er greinilega smálaxaferð, sprækur en afar smá.
Við grínuðust með það að hér hefði Stefán slegið met frænda síns í hina áttina. Hvar eru stórlaxarnir sem gerðu Laxá svo fræga? Hvað hefur orðið þessa dreka sem þótti sjálfsagt að setja í? Það komið að seinni hluta veiðiferðar okkar. Stefán hefur yfirgefið hópinn og við komnir að Vitaskjafa. Fyrir landi Árnes að finna allra fegustu veiðistaði árinnar. Vitaskjafi, Presthylur, Dýjaveitur, Sandirapollur. Hér rekur hver stórfiskastaðurinn annan. Það einhver galdur í loftinu undir háum grónum brekkonum. Eitthvað dularfullt. Eitthvað sem suðar, eins og einn félaginn lýsti því svo skáldlega. Hermóður Hilmarsson frá Árnesi, þrautvannu veiðimaður og leiðsögumaður, alinn upp á bökkum árinnar, tók sinn fyrsta lax aðeins 8 ára gamall. Fyrsti laxi minn tók ég á spún, síðan komst ég upp á lag með að nota flugu og hef aldrei notað hana síðan. Og ég hef prófað að veiða í fleiri ám á Íslandi en mér finnst þetta bara, ég vil miklu frekar nota tíma minn hér heldur en annar staðar. Þetta er frábær staður og möguleikinn á stórlaxinum náttúrulega það sem maður er að sækjast eftir. Með það sem maður er heyrt, að þá er þessi á náttúrulega rosalega vatnsmikil og mikið hraun í botninum á henni. Þannig og það er svona mikið svif í henni þannig að hún er ekki tær. Þú sérð aldrei laxinn, þú getur ekki fundið laxinn og farið svo veitt. Þú verður að þekkja botninn á ánni virkilega. Maður hefur náttúrulega talað mikið við erlenda veiðimenn sem koma hérna sem að veiðum allan heim og þeir eru margir sammála því að þetta sé ein mesta áskorun á getu veiðimanns að veiða í Laxá. Það er algjörlega ómetanlegt að veiða Laxá með vönum manni og einstaklega gaman að sjá hvernig Hermóður veiðir. Hann saltar og piprar allan tíman til að halda flugunni á stöðugri hreyfingu í hægrennandi vatninu. Og þessi aðferð veiðir. Já, ástandið í Laxá er ekkert allt og gott eins og undanfarin ár og ég tel að það verði að gera eitthvað í þessum málum og ég held að það albesta er að banna allt nema flugveiðar og fara að sleppa því sem menn fá. Ég spyr sjálf á mig að því eftir hverju eru menn að sækja þegar þeir koma að veiða lax. Eru þeir að ná sér í mat í kistuna eða eru þeir að koma hérna til þess að hafa gaman og vilja að menn geta komið hérna áfram í framtíðinni til þess að veiða laxa. Og þá verða náttúrulega veiðimenn að standa saman um það að reyna að gera eitthvað í þessum málum. Í áratugi hefur verið sleppt seiðum í Laxá. Stofn árinnar hefur verið notað til undaneldis með undantekningum þó. Í dag er það viðurkennd staðreynd að blöndun laxa af ólíkum stofnum er hættuleikur sem getur og hefur haft hroðalegar afleiðingar.
Ágæti seiðaslepping af heimastofnum ánna hefur líka verið dregið í efa. Erum við eftir vill að grípa inn í eitt mikilvægasta þrepið í náttúruvalinu, það þegar seiði kemur upp úr mölinni og hefur lífsbaráttuna. Það á þessu stigi sem náttúran velur sterkustu einstaklingana. Í eldisstöðin þessu náttúruvali ekki fyrir að fara og allt sem sett undir lifir góðu lífi, samviskusamlega fóðrað. Erum við með þessa raska erfðum sem þróast hafi þúsundir ára, sem kæmi til dæmis fram í brenglaðri ratvísi og síminkandi hæfni til að auka kynsitt. Hvað svo sem veldur það ljóst að frá því að farið var að grauta í lífríki ánna hefur leiðin legið niður á við. Og þar Laxá engin undantekning. En fleira kemur til. Þessi veiði fyrir neðan Æðarfossa finnst mér vera algjör glæpur á lífríki Laxá. Að vera að drepa upp í 60% af þeim laxi sem veiðist úr Laxá fyrir neðan hindranir sem náttúrulega í landslögum bannað. Þetta finnst mér bara að vera glæpur að gera þetta. Og þetta náttúrulega skiptir okkur máli upp alla á því að við fáum ekki þennan lax upp í ána sem að þeir drepa þarna. Ég vil bara að þetta verði lagt af og þeir sem eiga hagsmuni að gæta þarna, þeir koma í framtíðinni til að græða þessu líka. Vegna þess að það gengur meiri lax upp í ána og það hrygnir meiri lax og þetta kemur til með að skila sér til allra. Fyrir nokkrum árum hófu bandarískir veiðimenn sem koma árvis til veiða á Árnessvæðinu að sleppa öllum laxi. Hermóður og þeir heimamenn í Árnesi segjast merkja aukinn fjölda stórlaxa fyrir landi Árnes í kjölfar þessa. Þetta kemur heim og saman við tilgátur veiðiálag í Laxá. Nú fá 15 til 20 punda laxarnir af Nessvæðinu að lifa og hafa góða möguleika á að ná einum hring enn og skila sér í ána sem 26 til 30 punda stórlaxar. Það skal viðurkennt að vonin að setja í fisk af þessari stærðagráðu var farin að dofna all ískyggilega þegar hér var komið sögu. En neðst á brotinu í Sandeyrarpolli hafði sést hreyfing. Nú öllu tjaldað til úr reynslusafninu, en allt kemur fyrir ekki. Hálftíma seinna þegar hvítaflaggið komið á loft, berst hjálp frá hermóði sem dregur úr búsi sínu leynivopn. Straumfluga, svört og silfruð, og minnir á húsfrúna úr Adamsfjölskyldunni. Þessar rosalega stóru einkrækjur. Já, maður heyri sögurnar af Langafa að þeir fóru með svona 1-0 og 2-0 flugur á, bara eina til vara eða fest í botni. Það var ekkert annað. Þetta að myndir fara út í strauminn og niður að þú myndir ekki ná að lyfta hátt til þess að halda. Það hefur verið steipart. Ég er líka, Ef þú kæmir með okkur í svona eitt þetta skemmtilegt fluguhol. Ég væri til í það. Það greinlegt að hér ekkert síli á ferðinni. Nú hafa líkur aukist á að 30 punda hrygna gangi í ána að ári og leggist á Sandeyrarbrotið. Og ef hún tekur hjá þrjóskum fluguveiðimanni, þá vona ég svo sannarlega að hann endurtaki leikinn og gefi henni líf.
Við kveðjum drottninguna, ákveðnir í að snúa aftur. Laxá í Aðaldal stórfenglegt veiðivatn sem gaman að sækja heim. Nú ekki seinna vænna að taka ákvarðanir framtíð Laxár, annars hætta á að þessi fornfræga laxveiðiá heyri sögunni til. Það undir veiðiréttareigendum og veiðimönnum við Laxá komið hvort stofninn í ánni nær sér á strik aftur. Afstaða þeirra hlýtur að skipta sköpum.